Seljan í Kastljósi var verðlaunaður fyrir rannsóknarblaðamennsku fyrir umfjöllun að MS og fleiri fyrirtæki hafi leynt almenning því að þau blandi erlendri vöru við íslenska og að embættismaður í landbúnaðarráðuneytinu hafi setið beggja megin borðsins í málum sem varða samkeppni og landbúnað. Gott kvöld og velkomin í Kastljós. Í þætti kvöldsins fjöllum við það samkeppnisumhverfi sem keppinautar mjólkursamsölunnar hafa búið við áratuga skeið. Við segjum líka frá tengslum embættismanns í landbúnaðarráðuneytinu við Kaupfélag Skagfirðinga, annars eiganda mjólkursamsölunnar, en hann leiðir nefnd sem tekur meðal annars fyrir erindi keppinauta MS og ákvarðar verð á mjólkurvörum. En það er ekki nýlunda að keppinautar mjólkursamsölunnar saki hana að misnota yfirburðastöðu sína á markaði. Það eru til mörg dæmi frá síðustu áratugum. Nær allir þeir sem hafa farið í samkeppni við MS í mjólkuriðnaði hafa lent í erfiðleikum með sinn rekstur. Forvígismenn nokkurra þessara fyrirtækja fullyrða að mjólkursamsalan hafi misbeitt valdi sín á markaði til að gera litlum mjólkurframleiðslufyrirtækjum erfitt fyrir með þeim afleiðingum að þau leggju upp laupana. Helga Arnardóttir og Benedikt Ketilsson fara nú yfir sögu þeirra fyrirtækja sem reynt hafa fyrir sér í mjólkuriðnaði. Hafa fjölmargir reynt fyrir sér í framleiðslu og vinnslu mjólkur á Íslandi í samkeppni við hið opinbera, en undantekninga lítið orðið undir. Í upphafi 4. áratugarins rak Thor Jensen eitt stærsta og nýstárlegasta mjólkurbú Norður-Evrópu á Korpúlfsstöðum. Eftir nokkur ár í rekstri voru sett afurðasölulög 1934 sem gerðu bændum skylt að selja alla mjólk til mjólkursamlaga hins opinbera. Lögin útilokuðu þannig samkeppni. Þar með var úti rekstur mjólkurbús Thors Jensen. Á 7. áratugnum áður en Steingrímur Hermannsson hellti sér út í stjórnmálin stofnuðu hann og Pálmi Jónsson í Hagkaupum ísframleiðslu undir heitinu Ísborgin. Reksturinn gekk vel þar til mjólkursamsalan sá ofsjónum yfir rekstur þeirra eins og Steingrímur lýsir því í ævisögu sinni. Þar segir hann: Í raun hafði hún okkur í hendi sér því hún seldi okkur allt hráefni. Mjólkina neyddust við til að kaupa af samsölunni því bændur máttu ekki selja hana milliliðalaust. Við urðum að staðgreiða hverja krónu. Fljótlega flutti MS inn sína eigin samstæðu til rjómaísframleiðslu og eftir að framleiðsla mjólkursamsölunnar kom á markaðinn réð hún verðinu og hélt því niðri. Við sáum að ekki var framtíð í því að keppa við þessar aðstæður. Að mínu mati var þetta ljótt dæmi misbeitingu valds í skjóli einokunar. Sagan endurtók sig hjá keppinautum Ísborgar Dairy Queen. 1960 eftir nokkur farsæl ári í ísframleiðslu og sölu var þeim tilkynnt að þeir yrðu að hætta, þar sem mjólkursamsalan ætlaði sér sjálf í ísframleiðslu. Rekstur Dairy Queen var vitanlega háður kaupum á mjólk frá mjólkursamsölunni og þó fyrirtækið hafi ekki lagt upp laupana vegna þessa, hafði þetta mikil áhrif á rekstur þess sem eftir þetta einskorðaðist við rekstur ísbúðar í stað framleiðslu og dreifingar allt land. Árið 1966 tók til starfa ostagerð í Hveragerði. Að henni stóðu nokkrir bændur í Ölfusi ásamt Hafsteini Kristinssyni mjólkurfræðingi sem jafnframt varð framkvæmdastjóri fyrirtækisins. Slík starfsemi hafði ekki verið reynd áður enda var hann þá í beinni samkeppni við mjólkurbú Flóamanna. En þetta er mikil barátta í byrjun og verður úr að þetta verður barátta við kerfið og eftir að hans ostar að koma á markað ákveðlega metnaðarfullir í þá daga sem voru jafnvel ekki til á Íslandi, Camembert og Misingur og Borsalút og fleiri slíkir, að þá honum tilkynnt að slíkir ostar fengi ekki niðurgreiðslur frá ríkinu og fljótlega farið að bera á að bændum gert að ljósta að þeir eigi ekki afturkvæmt í hitt kerfið og innlagningar í mjólkurbú ef þeir haldi áfram að leggja mjólk til mjólkurbús eða ostagerðarinnar í Hveragerði. Þetta knésettan líka, er það ekki? Já, þetta sennilega tvíþætt. Það bæði þessi barátta bænda að fá að leggja mjólkina annar staðar og það að osturinn nýtur ekki niðurgreiðsluna eins og annar ostur sem gerði þá. Fyrirtækið var þó ekki langlíft og fór í þrot tæpum 2 árum síðar. Þessu ævintýri lýkur og hann nær nú að gera samkomulag við mjólkurbú Flóamanna og þeir kaupa ostagerðartækin af honum og þessu félagi og þar fylgir nú bökull skamriði að hann þarf að skrifa undir yfirlýsingu þess efnis að hann muni ekki fara í samkeppni aftur mjólkuriðnaðinn í landinu sem að þetta þótti óeðlilegt fyrir mjólkuriðnaðinn þannig að honum var nauðugur einn kostur bara að skrifa undir þetta og
En hann bar nú þetta undir lögfræðing á þeim tíma og hann sagði honum endilega að skrifa undir. Þetta héldi aldrei að menn afsöluðu sér sínum starfsréttindum með þessum hætti. Þannig að enda kom það á daginn. En Hafsteinn Kristinsson var ekki af baki dottinn og hóf ísframleiðslu árið eftir, eða 1969, undir heitinu Kjörís. Að hann keypti hráefni frá mjólkursamsölunni og notaði smjör og undarendur til framleiðslunar og þóttust nú vera nokkuð góð með sitt að hefja starfsemi aftur. En það leið nú ekki langur tími þar til að hann fékk aftur bréf frá framleiðsluráði landbúnaðarins það að smjör nyti nú ekki lengur niðurgreiðsluna til þessara framleiðslu og hann yrði hætta eða í raun ekki að hætta en allavega hækkaði verðið það mikið á smjöri að honum var nauðsynlegur kostur að hætta að nota það. Allavega meðan að MSÍs framleiddi sína vörur úr smjöri og á öðru verðlagi innan mjólkursamsölunnar. Þetta var náttúrulega gríðarlegt áfall sem að þarna reiði verið aftur og hann settist náttúrulega að hugsa niður hvað yrði nú. En þá höfðu þeir heyrt af framleiðsluvörum erlendis sem var svokallað jurtaís. Og það var að framleiða ís úr jurtafeiti. Og þeir tóku til handana og breyttu framleiðslunni og uppskriftunum og alls saman og þá hófst jurtaís framleiðsla Kjörís sem hefur staðið síðan alla tíð síðan. Þá honum tilkynnt það þegar hann búinn að markaðssetja jurtaísun og þeir sjá það nú að hann muni halda áfram sinni framleiðslu að þá berst honum aftur bréf að nú hafi við njótan niðurgreidd smjör aftur og var tilkynnt það og honum staðið þetta til boða. Og þá sá hann það nú sinn vængútbreytana, hann gæti nú kannski ekki stólað á þetta kerfi sem væri með þennan hringlandahátt, þannig að hann hélt bara sínu striki og meðal annars fenguðu nú heimsókn frá ráðherra á þeim tíma sem hann spurði hann nú hvort þeir gæti ekki hætt þessari framleiðslu og jurtafeitu og bara hafið þitt aftur en þeir töldu nú þá að þeir yrðu nú að klára umbúðirnar sem voru búin að prenta með jurtaís innihaldinu og við segjum nú stundum í gríni að við séum nú bara ennþá að klára umbúðirnar. Samt var alltaf mikil barátta við mjólkursamsöluna og náttúrulega MSÍs á þeim tíma var í eigu mjólkursamsölunar og var náttúrulega mikill keppinautur og þarna var verðið haldið niðri lengi og á þessum árum sem voru mikil verðbólga ár, 70 til 75 var gríðarleg verðsamkeppni og hann var nú oft alveg að því kominn að gefast upp bara á þessari framleiðslu en þrautseigja frumkvöðulsins og hans áhugi og bara í þessu var sterkari en þetta. Árið 1986 var fyrirtækið Baula stofnað og hóf framleiðslu á jógúrt í samkeppni við mjólkursamsöluna. Fyrirtækið náði mest 25% markaðshlutdeild. Já, það má segja að það hafi verið mikil bjartsýni að stofna Baulu og efna til samkeppni við mjólkursamsöluna, ekki bara af því að þarna var dvergur að ráðast á risa, heldur einfaldlega vegna þess að þetta var frá upphafi svo ójafn leikur að Baula átti í raun og veru aldrei nokkuð tíðan möguleika. Eftir nokkuð stormasamt samband við mjólkursamsöluna og erfiðan rekstur var fyrirtækið lagt niður eftir 5 ár. Eins og margir vita þá hefur mjólkursamsalan og hafði þá líka einkarétt, lögvarinn einkarétt á því að selja alla mjólk, rjóma, skyr og súrmjólk í heildsölu á Reykjavíkursvæðinu og raunar öllu Suðurlandi og Vesturlandi. Samsalan neitaði heldur aldrei að selja okkur mjólkina en þeir neituðu hins vegar að selja okkur hana öðruvísi heldur en gerilsneita og heimtuðu eitthvað rúmlega 16 krónur fyrir hvern líter, fyrir að gerilsneita hvern líter. Baula auðvitað hafði ekkert að gera með að kaupa gerilsneita mjólk þannig að þetta var bara auka kostnaður hjá Baulu sem þýddi það að við vorum í raun og veru að kaupa hráefnið það bil 50% dýrara heldur en okkar samkeppnisaðilar, aðrir jógúrt framleiðendur og þetta náttúrulega gat engan veginn gengið til lengdar. Við reyndum að fá þessu breytt. Samsalan bar fyrir sig tæknilegar ástæður fyrst að það var ekki hægt að afgreiða mjólkina til okkar ógerilsneita af þeirra hálfu svo viðbára að þeir hefðu ekki heimild til þess. Lögin bönnuðu þeim að selja mjólkina öðruvísi heldur en gerilsneita. Mjólkursamsölunni var ekki heimilt að selja ógerilsneita mjólk og það ekki í dag
og það ekki verkahring mjólkursamsölunnar að selja ógilsneyta mjólk. Einu aðilarnir sem að hafa leyfi til að selja ógilsneyta mjólk, það eru bændur. Nú Baula fékk álit bæði heilbrigðisráðuneytis og viðskiptaráðuneytis að það var ekki til veginu fyrir því að Samsalan seldi okkur ógilsneyta mjólk og þá sagði Samsalan loksins en svo, já, það getur vel verið megum gera þetta og það getur vel verið þetta sé hægt en við ætlum samt ekki að gera það og þar við satt. Já, mjólkursamsölunum var ekki nóg að láta okkur borga heilmikið hærra verð fyrir hráefni mjólk og að kaffsigla okkur gjörsamlega í öllum nýjungum, allri vöruþróun sem að neytendur sannarlega hljóta hafa tekið eftir, heldur beittu þeir líka óheiðarlegum og ólöglegum vinnubrögðum við það að þeir lofuðu kaupmönnum sérstakum afslætti ef þeir settu Bauluvörur út úr sínum verslunum eða einnig fengu menn afslátt fyrir það að minnka hilluplási hjá Baulu og auka hilluplási fyrir Samsöluvörur. Á sínu tíma þegar að þessar ásakanir komu fram þá var málinu vísað til Verðlagsstofnunar sem í dag heitir Samkeppnisstofnun. Það var óskað eftir að Verðlagsstofnun færi ofan í saumana á málinu sem að stofnunin gerði og að skoðun lokinni treysti hún sér ekki til þess að staðfesta að þessar ásakanir ættu við rök að styðjast. Það sem að rétt í þessu máli og skiptir mestu máli að baráttan hillupláss í verslunum, ekki bara hér á landi, heldur út allan heim, sífellt að aukast. Þetta á alveg sérstaklega við hillupláss í mjólkurkælum vegna þess að þar vöruúrvalið stöðugt að aukast án þess að hillunum fjölgi eða mjólkurkælarnir stækki. Vart þarf að rifja upp sögu mjólku sem stofnuð var árið 2005. Rekstur mjólku gekk erfiðlega og sameinaðist fyrirtækið að lokum Kaupfélagi Skagfirðinga 2009. Í tvígang hefur Samkeppniseftirlitið úrskurðað mjólku í hag á 8 ára tímabili. Í fyrra skiptið úrskurðaði eftirlitið að osta- og smjörsalan, sem þá var í eigu MS, hefði brotið samkeppnislög með því að selja mjólku undanrennuduft á hærra verði en öðrum framleiðendum. Og 8 árum síðar, eða fyrir skömmu, úrskurðaði Samkeppniseftirlitið að mjólkursamsalan hefði brotið sömu grein samkeppnislaga með því að selja fyrirtækinu hrámjólk á hærra verði en öðrum. Árið 2010 stofnuðu 3 kúabændur, Jóhannes Kristinsson, Bjarni Bærings og Axel Oddsson, fyrirtækið Vesturmjólk í Borgarfirði. Vesturmjólk varð ekki langlíf og var lýst gjaldþrota í byrjun árs 2013. Bjarni Bærings lýsti því í samtali við pressuna að fulltrúar frá mjólkursamsölunni hefðu komið heim á bæinn til sín og lagt inn óbeinar hótanir eftir að sagt var frá því í fréttum að hann hefði hafið mjólkursölu til mjólku. Ólafur M. Magnússon, fyrrverandi eigandi mjólku, stofnaði mjólkubúð Kú og hóf rekstur í maí 2010. Kú starfar enn og framleiðir osta í dag, en fyrirtækið átti einnig aðild að kærinu til Samkeppniseftirlitsins vegna framgöngu MS. Mjólkurvinnslan Arna í Bólingarvík hóf framleiðslu á laktósafrýri mjólk í október í fyrra. MS hóf samskonar framleiðslu í kjölfar þess að forsvarsmenn Örnu kynntu þeim hugmyndir sínar. Arna hefur hingað til þurft að greiða alltaf 20% hærra verð fyrir mjólk til framleiðslu sinnar frá MS en fyrirtæki innan þeirra samstæðu. Það var ekki fyrir með úrskurði Samkeppniseftirlitsins nú sem verðið var jafnað. Embættismaður í Landbúnaðarráðuneytinu sem leiðir fyrir hönd ráðherra störf nefnda sem fjallum undanþágu frá tollum og verðlagningu mjólkur hefur árabil setið í stjórnum fjölda fyrirtækja með stjórnendum Kaupfélags Skagfirðinga, annars eiganda mjólkursamsölunnar. Talsmaður samtaka verslunarinnar segir fjölmörg dæmi að stjórnvöld hygli mjólkursamsölunni og tengdum fyrirtækjum á kostnað verslunarinnar sem fá ekki sömu afgreiðslu við samskonar beiðnum. Fyrirtækið Hagar hefur kvartað til Samkeppniseftirlitsins vegna þessa og telur ráðuneyti landbúnaðarmála hafa brotið samkeppnislög. Helgi Seljan og Ingi Ragnar Ingason taka nú við. Þó hlutdeild eins og sama fyrirtækisins á markaði með ost- og mjólkurvörur hérlendis sé samkvæmt opinberum upplýsingum nálægt 99% myndin talsvert flóknari. Það eru í grunninn bændur sem standa á bakvið þennan stóra aðila. Mjólkursamsalan framleiðslu- og dreifingafyrirtækið og þannig stærsta heildverslun landsins. Eigendur hennar eru 2, Auðhumla sem í eigu kúabænda af landinu öllu, utan þessar flísar hér, sem Skagafjörður. Auðhumla á 90% í mjólkursamsölunni, hinn 10% á Kaupfélag Skagfirðinga.
Stjórnarformaður Auðhumlu, Egill Sigurðsson, síðan stjórnarformaður MS, en Þórólfur Gíslason, kaupfélagsstjóri Skagfirðinga, vara stjórnarformaður Mjólkursamsölunnar. MS rekur síðan öll mjólkurbú landsins, utan eins í Skagafirði, sem rekið af kaupfélagi Skagfirðinga í nánu samstarfi við Mjólkursamsöluna. Þriðja fyrirtækið, Mjólka, síðan fyrirferðarmikið í hillum verslana. Hana á þó kaupfélag Skagfirðinga í gegnum fyrirtæki sitt Vogabæ. Fasteignir Mjólku hins vegar eign Mjólkursamsölunar í gegnum fasteignafélag þess, Kost ehf. Öll þessi félög því gagnvart neytendum og lögum einn og sami aðilinn, Mjólkursamsölu samstæðan. Yfir þessari fyrirtækjasamstæðu þó samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði. Á meðan fjöldi mjólkurbúa var rekinn allt land voru aðildarfélög þess fjölmörg. Í dag aðildarfélagið því í raun einn og sami aðilinn. Skrifstofur samtakanna hér í húsi Mjólkursamsölunnar við Bitruháls en þeim stýrir nú Guðni Ágústsson, fyrrverandi landbúnaðarráðherra. Hlutverk samtakanna felst einkum í því að gæta hagsmuna aðildarfélaga sinna eins og segir á heimasíðu þess. Þá ekki síst í samskiptum við stjórnvöld og þá aðalega ráðuneyti landbúnaðarmála. Í ráðuneytinu þau mál flest á borði Ólafs Friðrikssonar, skrifstofustjóra landbúnaðarmála. Ólafur leiðir fyrir hönd ráðherra störf verðlagsnefndar, ráðgjafarnefndar inn- og útflutning búvara og nefndar framkvæmd búvörusamninga. Hlutverk þessara nefnda annars vegar að ákveða mjólkurverð og svo að afgreiða beiðnir undanþágur frá ströngum reglum banni við innflutningi matvæla. Ólafur auk þess formaður tveggja nefnda sem Sigurður Ingi Jóhannsson, ráðherra landbúnaðarmála, skipaði nýverið. Hlutverk þeirra að kanna reynslu og þörf á breytingum á lögum í mjólkurframleiðslu og hvað varar tollvernd á matvæli. Ólafur hefur haft yfirumsjón með málefnum landbúnaðarins í ráðuneytinu í næstum 20 ár en áður var hann kaupfélagsstjóri Kaupfélags Skagfirðinga. Innflutningur landbúnaðarvara ekki frjáls á Íslandi og bundinn ströngum skilyrðum og háum tollum. Allar tilslaganir frá þessum höftum og verð á stórum hluta þess sem við höfum í matarkörfu okkar því í höndum nefnda sem Ólafur Friðriksson stýrir. Í þeim kallast oft á hagsmunir þeirra sem starfa innan tollverndar og beingreiðslukerfisins og þeirra sem vilja auka innflutning og samkeppni á þeim markaði. Í fyrrnefnda hópnum til dæmis Mjólkursamsalan og Kaupfélag Skagfirðinga. Í síðarnefnda hópnum keppinautar þeirra og talsmenn verslunar til dæmis. Talsmenn verslunarinnar hafa ítrekað kvartað undan því að sitja ekki við sama borð og til dæmis Mjólkursamsalan og tengd félög í samskiptum sínum við landbúnaðarráðuneytið. Fyrirtækið Hagar hafa til dæmis stefnt íslenska ríkinu vegna þessa og sendu á dögunum kvörtun til samkeppniseftirlitsins af þessum sökum. Annars vegar þegar Mjólkursamsalan óskaði eftir því að flytja inn íst smjör og hins vegar þegar Hagar óskuði eftir því að flytja inn lífræna kjúklinga. Í báðum tilfellum var skortur á markaði innanlands á þessum vörum. Beiðni Haga var hafnað 2 vikum eftir að umsóknar lögð fram. Beiðni samtaka afurðastöðva í mjólkuriðnaði stóð hins vegar til að afgreiða sólarhring eftir að hún barst. Það síðan gekk tilbaka vegna þess að samtaka afurðastöðva í mjólkuriðnaði aftur kölluðu síðan þessa beiðni vegna þess að þeir sáu sína sængu upp reidda, teljum við, töldu að það væri miklu hagfelldara fyrir þá að flytja vörunni inn á fullum tollum, flytja írska smjörið inn á fullum tollum, en eiga þá hættu að aðrir aðilar kæmust að þessu markaði og það samkeppni smjörið í jólamánuðin. Þau fyrirtæki sem þarna eiga hlutamáli vilja ekki sætta sig við þessa stjórnsýslu. Þess utan náttúrulega hinn samkeppnislegi þáttur þessa máls líka athyglisverður og alvarlegur. Vegna þess að meðhöndlun og meðferð ráðgjafarnefndarinnar í þessu smjörmáli forkastanlegur út frá samkeppnissjónarmiði vegna þess að undir venjulegum kringumstæðum hefði ráðgjafarnefndin átt að taka á sig rögg og hunsa þessa afturköllun samtaka afurðastöðva í mjólkuriðnaði og auglýsa tollkvótann og úthlutunum, gefa fleiri aðilum kost á því að komast inn á þennan markað. Þarna gafst þeim rakið tækifæri til þess, sem af óútskýranlegum ástæðum ekki var nýtt. Hún hefur hunsað beiðnir fyrirtækja úthlutun sérstaklega tollkvóta fyrir lífrænan kjúkling, vegna þess að þrátt fyrir það sé engin lífræn kjúklingur framleiddur í þessu landi.
Erum við að hugsa hagsmuni almennings? Erum við að hugsa hagsmuni neytenda? Við teljum svo ekki vera. Þegar vegast á hagsmunir innlendra framleiðenda og hagsmunir þeirra sem að vilja og telja sér skylt að flytja búvöru, þá dregur þessi nefnd alltaf taum innlendu framleiðslunar. Það vil ég fullyrða. Dæmi sýna það og sanna og við getum nefnt fjölmörg dæmið í þessa veru. Tengsl Ólafs Friðrikssonar við Kaupfélag Skagfirðinga og þar með Mjólkursamsöluna einskorðast ekki við setu hans á stóli kaupfélagsstjóra í Skagafirði fyrir 25 árum síðan. Samkvæmt upplýsingum úr hlutafélagaskrá hefur Ólafur Friðriksson komið að rekstri næstum 20 hlutafélaga á undanförnum árum. Af þeim eru 15 hlutafélög sem tengjast eignarhaldsfélagi Samvinnutrygginga en þar satt Ólafur lengst af í stjórn og situr raunar enn í fulltrúaráði þess, auk þess að eiga sæti í stjórn Andvöku, líftryggingararms Samvinnutrygginga. Samvinnutryggingar voru eins og kunnugt hluti af S-hópnum svokallaða en þar satt Ólafur lengst af í stjórn með kaupfélagsstjóra Kaupfélags Skagfirðinga. Samvinnutryggingar og örlög milljarða sem þaðan töpuðust og voru eign fyrrverandi tryggingataka hafa verið harðlega gagnrýndar. Ólafur satt lengst af þeim tíma í stjórn og í stjórnum tengdra félaga. Til dæmis í tengslum við kaup Finns Ingólfssonar á stórum hluti í flugleiðum í gegnum félag hans Langflug. Eins var með félagið Löngusker. Þar satt Ólafur í stjórn með aðstoðar kaupfélagsstjóra Kaupfélags Skagfirðinga Sigurjóni Rúnari Rapsinni, eins og í félaginu Skarðsfirði EHF sem var stóreigandi í útgerðarfélaginu Skinney Þinganesi og tengdist einnig félaginu Hesteyri sem tók þátt í kaupum á Búnaðarbankanum. Ólafur sat í stjórn Skarðsfjarðar til ársins 2011. Ólafur hefur samkvæmt þessu átt náið samstarfi forystumenn Kaupfélags Skagfirðinga í gegnum ýmis félög fyrir og eftir hrun. Nokkur þeirra tengjast umdeildum fléttum, sameiningum og uppskiptum félaga Samvinnutrygginga og Kaupfélags Skagfirðinga á árinu 2009. Þau urðu síðar umfjöllunarefni DFF vegna ásakana að hagsmunir og fjármunir sjóðsfélaga Samvinnutrygginga hefðu orðið undir á kostnað kaupfélagsins og félaga tengdum því. Viðskiptin snerust uppskiptingu fjárfestingafélagsins Fells. Þar satt Ólafur Friðriksson í stjórnum félagana AB 174 og AB 175 ásamt aðstoðar kaupfélagsstjóranum í Skagafirði og forstjóra sjávarútvegsarms kaupfélagsins. Bæði félögin áttu stuttan líftíma. Annað að skiptum nafn og hét eftir það FS3 EHF og þar satt Ólafur í stjórn með stjórnendum kaupfélagsins. Ólafur var auk þess stjórnarformaður félagsins Skúlagars EHF til ársins 2006 en það félag fasteignafélag Framsóknarflokksins og eigandi húsnæðisflokksins við Hverfisgötu í Reykjavík. Samhliða störfum sínum í landbúnaðarráðuneytinu hefur Ólafur Friðriksson því undanfarinn áratug setið í stjórnum fjölda fyrirtækja ásamt sömu mönnum og eru í forsvari fyrir fyrirtæki sem hann þarf svo sjálfur að gæta hlutleysisgagnvart í störfum sínum hér í ráðuneytinu. Í stjórnsýslulögum sérstaklega fjallað hæfi starfsmanna hins opinbera eða nefndarmanna til að fjalla mál sem varða þá sjálfa eða tengda aðila. Í þeim segir að starfsmaður sé vanhæfur til að fjalla mál sem tengjast honum sjálfum eða ættingjum hans. Það jafnframt við ef fyrirtæki sem hann sé í fyrirsvari fyrir eða í eigu hans eigi þar hagsmuna að gæta eða ef að öðru leyti eru fyrir hendi þær aðstæður sem eru fallnar til þess að draga óhlutdrægni hans í efa með réttu. Siðareglur starfsmanna stjórnarráðsins eru efnislega samhljóða þessu ákvæði og leggja þær skyldur á herðar embættismanna að gera grein fyrir hugsanlegu vanhæfi sínu og skráningu þess í svokallaða málaskrá. Ólafur Friðriksson, skrifstofustjóri landbúnaðarráðuneytinu, hafnaði beiðni Kastljóss viðtal í dag. Hann svaraði ekki spurningum hvort þátttaka hans í viðskiptum ásamt Kaupfélagi Skagfirðinga og stjórnendum þess hafi vakið upp spurningu hæfi hans til að taka á erindum keppinauta MS á markaði. Hann hafnaði því hins vegar að nokkuð væri til í ásökunum að mismunun fælist í afgreiðslum á umsóknum innflutning búvara. Kastljós reyndi í dag að fá viðbrögð landbúnaðarráðherra við þessu öllu en þeirri umleitan var ekki svarað. Og hér ljúkum við Kastljósinu í kvöld. Við sjáum okkur aftur annað kvöld.